Já, sælir. Okkur bara að ganga svo illa í Mirage, við langar að gera bara svona mid-round eða þannig, við langar að bæta aðeins á það sem að Turbo er búin að kenna okkur. Ef við heldum bara þessu strategy þannig séð sem að við höfum verið með, nema við getum þessum að stokka þessu upp ef við viljum, ykkur annar vil taka lörkið, ykkur annar vil taka undir, ykkur aðri vilja fara mid eða hvað sem það er. En ég ætla að sýna ykkur sérsagt vildi vilja hafa face, þú veist, við gerum ráð fyrir að eiga 5 smóka en við notum bara 2 og 2 í einu og eigum einni til að bjarga okkur í vandræðum. Myndi ég segja að A-lörkið til dæmis í default myndi smóka window smók héðan, það þarf ekki að hoppa eða þú veist labba neitt eða gera neitt, það voru að hoppa venjulega. Þú leggur sérsagt ofan á þennan hérna, þú veist, 1, 2, 3, 4, 5, nummer 2 leggur þessar sem koma út úr hliðunum, leggur þá ofan á fyrir miðju. Þetta er ekki erfitt að miða, þetta er bara, þú leggur þetta basically svona ofan á. Venjulegt kast, þá skoppar þetta hérna inn í gluggan. Boink! Gekkja sound effect hjá mér, ok. Ef að til dæmis fyrsta væri þá að taka þennan, myndu taka þennan, plus þennan hérna smók. Segið. Tökum þessa 2. Komum okkur hérna í smá það er kannski langt síðan ég kasta þessu smók, það er kannski betra að kasta svona til að fá betra cover. Sjá. Já, þessi er eiginlega betri. Þessi er betri. Ok, þannig að við myndum hleypa hérna út 3 á mid, cirka. 1 under, 1 að lurka í A. Þetta væri, þú veist, defaultið okkar myndi alltaf leita að í áttina að A í split. Þannig að Jói myndi, þú veist, halda áfram. Þú veist, við reynum að taka fight hérna, ef við náum einhverjum þá erum við bara geggjaðir og höldum áfram. Pössum pushið, pössum shortið, reynum að koma okkur hérna dýpra inn og svo getum við tekið smóka 2, þeir myndu kannski vera eins og þessi hérna, er þetta ekki örugglega mid? Nei, þessi hittir ekki mid, þetta er þessi, já. Hvað þarf að setja langt upp? Svona, ok, við setjum hérna 2 ypsilon á loftnetið. 2 ypsilon á loftnetið, þá getum við resmókað og úr coveri og reynir er þá komið með hérna, búinn að reyna að cleara allt og jafnvel reyna að taka hérna fight, sér ekkert. Hann smókar þannig að það lendi ofalega í, hvernig þarf maður að kasta það hér eða? Já, þessi innri veggur, ef þú kastar í þennan ytri þá verður það í klessu. Þannig að ytri veggurinn getum við tekið, annarkvort getum við tekið kon og ef þið bæði ætlið að fara upp í kon þá viljum við alltaf vera upp við þennan vegg. Við erum alltaf verið upp við þennan vegg, clearum hér og við erum svo lítið exposed. Það er smá tími sem maður er exposed en það er svo sjaldgæft að gæi býði hér. Þú veist, hann hefur bara pínu litla glufu til að skjóta þig á meðan hann hefur miklu starra færi að þeir annars pluss það að þú ert ekki opinn frá þessu heldur en við verðum náttúrulega með smókin þannig bara að passa sig á short, við förum bara hérna, þú veist, clearum kon, hoppa hérna upp á sem fyrst til að komast algjörlega í skjól frá short, svo býðum við bara hérna megin eftir að smókunum feiti. 1 hér, ekki getur verið búin að koma sér hingað eða upp á kassan. Reynum náttúrulega að ná pikki. Þegar við erum að lenda í heavy fight hérna á mid, þá fara menn að koma með liðsauka ef þeir náðu að drepa eitthvað og svona, eða fara að fela sig á side eða eitthvað þannig.
þá einmitt tími fyrir þennan að lurka, þú veist. Þetta frekar passív staða. Maður svolítið bara að bíða eftir pussi, bíða eftir eitthvað koma að klíra. Ef þeir eru alltaf að smóka hérna, þá vil maður kannski helst þurfa meira að fara að rappin, bíða hér eða eitthvað. Reyna að láta ekki vita sér. Það er basically bara silent killer. Þegar að dútarnir eru og Jói sem Jói væri búinn að róta þetta komin yfir að supporta þig, hvort sem þið væri bæði hérna, báður hérna eða hvað. Við tökum bara CT smoke, síðasti smókur eins og við eigum. Getum tekið CT smoke ef við getum geimt hann. Getum geimt hann og kastað hann jungle jafnvel. Við erum konur hérna bara á kastum hann bara jungle og tökum fætin hérna. Ein molla sem það væri gaman að bæta í þetta, bara fyrir þennan vegg, miðar hér í línu við þetta, hleypur, kastar, til að taka hennan guður út. Hægt að gera það hérna líka bara með við kunni þess alveg. Hérna getur verið leiðileg stað að klíra. Ég ætla ekki að tala einhverja execute smoke að við kunnum nokkrir einhverjar útgáfur af þeim. En það sem ég langar að segja það er kannski eins og þessi sem ég tek héðan á Sæt og Ívar. Við viljum kannski reyna að taka það aðeins nær, þannig við séum aðeins betur samsettir. Meðan að Atli gerði einhverja héðan sem voru þá einhvern veginn svona, minni mig. Ja, ekki nákvæmlega svona, en you get the point. Við erum náttúrulega ekki smóka, skal ég segja ykkur samlokuna. Þetta hotna, það er bara fyrir miðja á sig, þetta ekki. Það hendur betur. Ég ætlaði reyndar ekki að eyða tíma þetta. Nei, þetta er ekki, við finnum út af þessu. Ef við ætlum að fara B, þá myndi ég vilja að fyrsti gæinn taki flassi sem Atli byrjaði á hérna. Þetta er í rauninni ekkert line-up. Þú þarft bara að hitta hérna, basically, og hlaupa. Þetta er bara hér. Þá fer það út úr gluggann, springur. Og svo vil ég að sá sami gæi hugsi bara næsta flass, þú veist. Eitt flass hér, hlaupa. Eitt flass hér. Þannig að þetta hittir stundum frekar illa. Maður vil eiginlega að bounce svona cirka hérna. Þannig að það springi hér. Punkturinn með þessu væri til að hjálpa með hlaupið hjá fyrsta. Flassagæjan sem er hérna með þessu flassi. Og svo flassar short með hinu og þú byrjar að horfa hingað þegar þú kemur út. Dreipið hennan. Svo snýrið þér að þessum, en þú veist þetta hraðar heldur en ég er að gera þetta núna. Ég myndi vilja að við færum B eingöngu ef við erum með einhverja gauðra með pekkur eða makka eða eitthvað og þá er það 1 eða 2 sem að fara í það að kasta þessum flössum og veist, næsti bara skrefi basically á eftir og reynir að ná jumpspottanum þegar hann kemur hér. Veist, það verður hans hlutverk og meðan að hinn bara kastar þessum flössum og hoppar út þessu fljótt og hann getur. Og hinn svo þegar hann er búinn annarkvort að missa þessum bardaga, við erum ekkert að bíða, við bara reynum að sjá hann. Ef við sáum hann hoppa, reynum við að taka hann, ef ekki þá hoppum við beint á eftir og fylgjum honum eiginlega bara skref fyrir skref. Og næsti gæi væri þá vonandi með alvöru byssu, deglu eða bara AK eða eitthvað. Hann er hérna, þú veist, klíra gluggann, taka þetta og þú veist, endar í rauninni hérna bak við bílinn. Við viljum hafa hann hérna í góðu skjóli, taka fætina á bekkinn eða eitthvað svoleiðis. Þetta getum við gert sem annarkvort dress eða með execute smókunum sem ég hafi allir séð. En já, þurfum svo hérna Navi defaulti sem við erum vanir að gera, höldum hérna mitt,
þegar Atli og Ívar hafa verið að halda, myndi ég vilja hafa Ívar ekki hérna eða ég held að hann hafi verið að halda hér eða hér einhvers staðar. Ég myndi vilja hafa Ívar hérna og svo Atla það sem hann hefur verið hér uppi, þá eru þið lænaðir upp ef að ykkur kemur, ef að þú veist ykkur píkar ætlar að hérna pússa mitt. Í staðinn fyrir þá að Atli sjá hann fyrst og fari í bardaga þá þarf Ívar að svinga. Í staðinn fyrir að þurfi bara að koma hérna aðeins fyrir hornið. Þá eru þið tveir saman á móti vonandi einum í einu eða svo. En já, eftir að við erum búin með fyrsta rándið okkar af smúkum sem það verið hérna cirka og glingin, get ég kastað þið hérna. Hvernig kastaði ég glugganum hérna? Shit. Whatever. Þá, við byrjum á fight og ef það er hljótt hérna, Ívar, reynir mætir engum undir, enginn er búinn að pússa short, ekkert, þá, sko, við erum ekki tilneyddir til þess að taka plassi, við getum bara hægt og rólega að fara tilbaka, ef við erum vissir að enginn heyrir í okkur, getum við sett upp fyrir alveg full A eða full B. Við þurfum aldrei að fara bara mitt og þú veist, getur verið að þeir séu bara búin að gefast upp á því að spila við okkur mitt ef við erum alltaf það svona overwhelming. Og þá eru þeir, þú veist, búin að staðsetja þessi kannski tveir inn í kóan og eru bara að horfa hérna niður og býða þér okkur, jafnvel búin að bústa sig, þú veist, fyrir að gera eitthvað steik, bara til þess að hérna, koma okkur á óvart. Og þá förum við bara hljóðlega og tökum bara, þú veist, 3 ramp og 2 balans eða þú veist, tökum 4 ramp og skiljum reyni eftir undir til þess að lurka og hérna skjóta gæja sem er að rótita yfir, skiljum. En muna, þú veist, þetta sem ég langaði bara að einbra aðeins á að við þurfum aðeins að knúsa þennan vegga aðeins betur. Við verðum oft fyrir því allir að vera, þú veist, við hleypum bara einhvern veginn upp og þú veist, við gæjinn short og hann draf okkur. Oh fuck. Skilji, getum alveg farið bara straumlínulega hérna upp, annarkvort beðið eftir smóknum en hann poppar cirka hérna, en hann býður alveg upp á ágætis lurk, gætir þú veist, ef þú verður búin að vera með light og wallbenga hérna í hornið, það er alveg hægt að til dæmis fara hingað, það er hægt að lurka þetta, en já. Happy days. Happy days. Hvað ætlaði að segja? Ætlaði að segja eitthvað shit hér? Man það ekki. Kannski bara ef að menn eru mikið hungraðar á mitt og við erum að defenda, þá þurfum við að vera svolítið duglegri kannski að spila saman og mæta þeim bara. Reyna að vera undan þeim. Taka hérna connectorsmúkurinn sem að lendir cirka hérna. Er æðislegur fyrir, þú veist, ef að þeir smóka hér, þá smóka þú þessu. Og þú getur farið inn í gegn og þú getur klírað under. Það er hægt að fara upp á bekkin jafnvel. Fæta. Þetta líka bara tefur þá ef þeir ætla að fara kón. Þetta tefur þá af því að þeir þurfa að klíra miklu meira. Þeir þurfa að fara að klíra bak við smókinn og bababúbú. Ef ykkur er að spila mitt og það er smók, veist, það sé einhverja grensu sem eru svona bara, og þá þarf maður að hlaupa þarna fyrir hornið. Já, veit, ég kann þetta ekki sko. Það er einhver line-up í þetta, ég nota þennan hérna alltaf bara. Hvernig gerði þetta alveg? Jésús. Gott að rifja upp sjálfur líka. Þessi hérna í horninu. Eitthvað svona. Já, ekki gera þetta. Finnum út þessu. En þá að short mæti þá líka. Gerir kannski lurksmók sem að lendir eitthvað starf hér. Það getur hann komið alveg út og hjálpað. Eða fara í stigaherbyggið sem er góð staða á alls konar angles ef þeir eru mikið að reyna að
bústa hérna upp í gluggan eða svoleiðis. En já, vonandi hjálpar þetta okkur eitthvað. Svona af og til að hitta ekki Windows-móknum og svona bara svona smáatriði sem maður þurfum aðeins að kveikja betur í. Bye!